heiti Baltasar. Ekki? Góðan daginn, það kominn enn einn dag, hvað er slæmt maður? Góðan daginn, það kominn enn einn dagur og enn einn dagur, ekki bensinstaður. Allavega, ég er búinn að vinna, búinn að ná eitt drenginn, hæ? Já. Og við erum að fara í Fjarðarkaup og við erum að fara að versla. Anita sendi mér skilaboð að það þurfti að versla klósettpappír og versla eitthvað svona dót. Þannig að, já, við strákarnir, við erum að fara í það núna. Þá erum við strákarnir komin hérna í Fjarðarkaup. Allt þetta magn af klósettpappír skil ekki tilganginn með því að vera með svo mörg fyrirtæki sem gerir þetta bara flóknara yfir því að velja eitthvað rétt. Viltu þennan eða? Viltu þennan? Já, þú vilt þennan? Já. Ok, er það bara ég að lítur þetta út eins og þvottavél? Herru, þá er búðaferðin okkar búinn og núna erum við bara á leiðinni heim. Að hitta Ronju. Við varum að hitta Ronju. Já. Hvað er að? Hvað er að? Það er alveg sumt svona frekjukost sem Baltasar, strákurinn minn, er að taka og ég hlakka svo ofboðslega til þegar hann er orðinn fullorðinn og horfir á þessi vídeoblogg og fara að sjá hversu mikil hann er pínlítill, sko, ég elska strákinn minn meira en lífið sjálft og hann er bilaslega þægilegur og rosa hann er mjög þægilegur, sko, hann fer alltaf að sofa þegar hann á að fara að sofa hingað til og veist og það er aldrei neitt eitthvað, þú veist, við höfum aldrei átt erfiðar nætur með honum, þú veist, þær nætur sem hafa verið erfiðar þá hefur hann bara verið drullu veikur, þannig að, þú veist, það er alveg skýring fyrir því, en þú veist, maður er búinn að sjá á netinu og búinn að heyra marga að vera að tala um að þau sofa ekkert út af að barnið grætur allar næturnar og eitthvað. Við höfum ekki lent í þessu með Baltasar. En þegar hann fer í frekjukast, þá er það frekjukast en það stendur ekki lengi. Takk. Viltu ekki eiga? Hæ Baltasar. Já, þetta er eiginlega eins og dagurinn í gær. Rosalega rólegur. Ég vann eitthvað aðeins fram eftir, náði þennan litla töffara. Afsakið. Viltu svona? Viltu svona? Svona. Þetta er gott. Það er hann, já. Halló. Já, hérna, ég verð að viðurkenna að þessi dagur er ekkert eitthvað gífurlega, það er ekkert eitthvað rosalega mikið búið að gerast. Ég er bara, já, á ég að vera með dödduna. Já, það er ekkert eitthvað rosalega mikið búið að gerast í dag. Ég bara náði strákinn, fór í búðina, búinn að gefa honum að borða. Þannig að, hérna, það er bara svona, taka pappa hlutverki og var eitthvað aðeins að leika við hann á hann. Þú farinn? Já, bye bye. Já. Fyrir ykkur sem eru að spá í varðandi pallagerðina hérna heima. Sem sagt, fyrir ykkur sem viti ekki, við ætlum að loka pallinum hjá okkur. Ég er búinn, ég veit ekki hvort það sést, jú það sést hérna. Ég er búinn að gera holunar. Ég gerði þær, viltu fara, nei. Svo ertu snöggur maður. Hérna, já, ég er búinn að gera holunar. Það er alveg meira en vika síðan, en það átti að koma smiður og svona hjálpa okkur að setja stífurnar upp, eða súlurnar, eða drasli sem heldur þessu öllu. Og ég man ekki hvað það heitir. En hann hefur ekkert komið. Skrítið. Það fer að styttast í það að Baltasar litli þurfa að fara að sofa. Klukkan er svo margt, þannig að hann er
Hann að skella í sig smá skvísu og fyrir ykkur sem eigið ekki börn. Þegar ég segi, nei Ronja á ekki að taka duddu. Þegar ég segi að Baltasar að fá sér skvísu, þá það þetta hérna sem hann heldur á. Sé, þetta sem hann heldur á. Þetta skvísa sem svona næring eða eitthvað svona, ég veit eiginlega ekki hvað þetta ég veit bara að hún finnst þetta gott. Og hann svona spoiled barn sem fær allt frá pappa sínum sem gott. Já, ég taka þetta. Takk. Takk. Já. Ég elska hann dreng svo ótrúlega mikið, sko. Já, ég að íhuga að hafa þetta rosa stutt þegar ég búinn að koma þessum litla prins í lúllið og þegar nóttin að fara að koma, þá ég þarf að taka til þetta fyrst, þá þarf ég eiginlega að gera það skemmtilegasta verkefni sem fyrirfinnst á þessari jörð. Það þetta hérna. Það að púsla, að brjóta þetta allt saman. Á hverju púsla? Sem þetta búið að þrífa þetta allt. Þú veist, ég og Anita, við erum rosa duglega að setja í vélina, taka úr vélinni í þurrkarann, svo einhvern veginn endar þetta alltaf svona. Þú veist, hvað eru margir sem eru svona? Þú veist, það ekkert mál að setja í þvottavélina og þurrkarann, en vá, hvað leiðilegt. Ég ætla bara að viðurkenna það. Það rosalega leiðilegt að brjóta saman. Erfiðasti hluturinn minn, ok, skrifa í kommenti þetta fyrir neðan. Hvað erfiðasti hlutur að brjóta saman? Allt í lagi? Já, búið. Já, hvað erfiðasti hlutur að brjóta saman? Ég segi að það séu sokkar. Sokkarnir hjá Anitu. Stelpusokkar. Út af því að það eru svona sokkar sem ekki með stopp á hælnum. Þetta ekki sokkar. Þetta ekki sokkar og þeir eru allir alveg eins. Og svo, ef maður heldur það, svo þegar maður ætlar að brjóta, bera á saman, þá eru þeir ekki þú veist. Ok, erfiðast sem ég finnst að brjóta saman eru sokkar. Hvað þitt erfiðast að brjóta saman föt, hlutur, eitthvað? Þetta kommentið þetta fyrir neðan. Ég ætla að enda þetta í dag, ég ætla bara að hafa þetta rosa stuttur dagur. Ég held það. Mér finnst ég ekkert vera búinn að taka upp eitthvað almennilega mikið í dag. Eitthvað sem ég ætla að segja ykkur? Nei, ef það eitthvað að segja ykkur bara morgun. Herðu, já, ég ætla að enda þetta í dag. Það segja bless. Herðu, við strákarnir, við ætlum að fara að enda þetta í dag, bara takk æðislega fyrir áhorfið, takk fyrir allar stuðninginn, takk fyrir að þið sem eru búin að vera að deila þessu, takk æðislega fyrir það og bara ekki láta einhvern segja við þig að þú getur ekki gert það sem þú vilt gera. Gerðu það sem þú getur gert. Út af því að ef þú gerir það ekki þá einhver annar sem gerir sama hlutin og þú búinn að vera ímyndaður að þú ætlar að vera fyrstur að vera að gera. Gerðu það sem þú vilt gera. Ég ætla að enda þetta í dag, takk æðislega fyrir áhorfið. Við sjáumst á morgun og njótu lífsins. Takk fyrir mig, bye bye.